Kristín sauðfjárbóndi á Ytra-Hólmi í Hvalfjarðarsveit og eru þau hjónin með 600 ær. Fyrir nokkrum árum tók Kristín ákvörðun að fullvinna ærkjötið sitt og selja það sjálf. Kristín, þið sauðfjárbændurnir, eða þú sauðfjárbóndin, ferð fyrir einhverjum árum síðan að nýta betur afurðirnar ykkar. Mér langar svolítið að þú segir mér frá því ferli, af hverju ferðu á stað og með hvað hætti? Já, ég byrja náttúrulega að fara á stað fyrir mörgum árum síðan að ég fór að gefa í svona prívat gjafir, direkt hangikjöt og þá kannski bara heilt læri eða eitthvað líka sko. Og grafin erfða, mér fannst þetta mjög spennandi viðfangsefni og vinkonur mínar fengu stundum svona. Já, þannig að þetta voru svona tækifærisgjafir fyrir þér, svona hitt handverk. Þetta var svona upphafið og mér langaði alltaf að fara út úr rammanum og gera meira. Og það eiginlega ekki fyrir að dóttir mín fer þarna í bændaskólanum og gera eitthvað verkefni og kemur með einhverju ægilegar arðsemistölur að ég hugsa að já, ok, við skulum bara fara í þetta. Hvað hefur verið að vinna svona fyrst og fremst? Er það ærkjötið eða allt saman? Fyrst og fremst er ærkjötið. Og svo stóð ég fram fyrir því, ég var að láta tvíreykja fyrir mig lærin og ég gróf alla hryggi og þá stóð ég fram fyrir því hvað ég ætlaði að gera við frampartinn. Afganginn af kindinni. Og ég reyndi að selja hakk, ég reyndi að koma því inn á fólkið, það gekk nú ekki neitt, það vildi ekki bara kindahakk. Eða ærhakk, sem ég segi. Og þannig ég fór að búa til bjúgu. Já, úr hakkinu. Úr hakkinu. Ja. Og það bara virðist vera að virka. Þannig að þá ertu komin með hlutverk fyrir allan skrokkin. Já. Sem að framleiðir úr. Já. Og þú ert þá að grafa og reykja. Já, og bjúgnagerð. Nú finnst mér framparturinn líka vera mjög misskilið kjöt. Þá skal ég segja ótrúlega skondna sögu. Í síðustu viku, þá komu til landsins nokkru Rússar. Enga þóttu tilhægandi. Og þá sendur nokkrum dögum undan þeim Michelin kokkur frá Færeyjum. Hann kom til mín, fékk að velja sér kjöt. Og ég var með bara tilbúið lambakjöt. Taldi náttúrulega hann ítti á hann hryggnum og lærinu og svona. Nei, hann tók frampart. Já, maður. Hann steikti það, sögðu mér, hann eldaði þetta hérna í kaupfélagi í þessa kappa. Og hann steikti það í 8 eða 9 tíma í einhverju kryddsoði og lét strákana, kokkana sem voru aðstoða hann í kaupfélagi, hann lét að taka hann vildi ekki framhrygginn. En hvað, nú ertu búin að taka líka skrefið alveg ennþá lengra. Þú ert komið með búð. Já. Ertu að opna kjötvinnslu bráðum alveg. Já. Getur þá unnið þetta alveg heima. Já. Og segðu mér aðeins frá búðinni og viðbröðunum sem varst að fá. Það er náttúrulega ég er svona eina af þessum seinheppnu manneskjum Eða ég þarf að segja að gera hlutina helst á síðustu stundu. Að ég mætti niður að pósta og ætlaði að setja í auglýsingu á þriðjudags, fyrir hádegi á þriðjudegi eldsnemma bankaði Pál bara. Og svo þegar hann segði mér, já, svo prófarka lestu þetta bara föstudaginn. Ég alveg, þetta var búið að bera þetta út þá. Ja. En þá þurfti ég að vera mánudegi, þannig að auglýsingin kom viku seinna en ég opnaði. Og ég fékk samt, ég opnaði þarna á laugardeginum 14. Af því ég hefði sett að ég var blað, ég ætla að opna þá. Þannig að ég var að standa við það. Og ég fékk bara frábæra viðtökur og enn og betur en síðustu helgi, þá var auglýsingin mín komin. Já, fannst þér mun það að láta fólk vita? Já. Það munaði það. Hvernig finnst þér að hafandi verið sauðfjárbóndi alla tíð, það ekki bara? Og fara svo út í svona fullvinnslu og mæta neytendunum. Sú tilfinning? Heyrðu, ég svolítið kvíðin fyrir þessu. Þú veist, ég er búin að vera sauðfjárbóndi alla tíð, ég vann reyndar lengi út á dvalarinn með Höfða og ég vann vöktum minni í Álveri, þannig maður er búin að gera ýmislegt En svo að fara að standa svona og horfa fram fyrir fólk og það tók mér svona smá tíma að venjast í, en mér finnst það óbúslega gaman. Mér finnst óbúslega gaman þetta spjall við fólkið við borðið og það, mér finnst það æðislegt. Fólk vilji fá upplýsingarnar uppruna. Já, og þú veist, og hvað maður verður var við þangaganginn í umhverfinu, í þjóðfélaginu. Þú veist, ég fór á handverkshátíðina að Hrafnagili í haust eða í ágúst og þá var akkurat nýbúið að birta verðskrána fyrir sauðfjárbændur.
þá ætti ég að tala við fullt af fólki sem voru ekki bændur sem var bara, hvað er verið að gera við ykkur sko? Frábært að þú sést þetta, þú veist, já, margir sem ég ætla sko bara að kaupa kjöt beint á bónda, ég ætla ekki að vera að standa í þessu, það er bara að vera illa með ykkur og eitthvað svona, maður alveg bara, maður fikk svona alveg bara byr með sér sko. Já, gaman að heyra. Hérna, Excel-skjalið, tókst þér að svona nokkurn veginn, hefur þið tekist að mæta því, Excel-skjalinu hjá dóttiðinni og verkefninu? Þannig að þetta er hægt. Aukin arður fyrir bændur, en þetta auðvitað hlýtur að vera mikil vinna. Ég segi stundum sko, auðvitað þetta er hellingsvinna, það er líka vinna að stimpla inn klukkan 8 og heim aftur klukkan 4. En fyrir utan það að ég get aðeins tekt tímann sko, ég er oft í svo kvöldin. Þú veist, og það er náttúrulega dásanlegt ég er komið þetta heim að geta hoppað út í tíma. Bara þegar þetta er í hug. Já, þú ert komið þetta á jörðina. Já.